Og áfram höldum við föstudagsþáttinn á N4. Það ýmislegt sem að fólk kemur í verk á COVID-tímum og til mín kominn Pétur Guðjónsson, leikstjóri nýrrar bíómyndar, velkomin. Takk fyrir það. Þú náður að klára að setja saman myndina þína. Já, takk fyrir það. Þetta búið að vera 5 ára prósess og myndin endaði að vera bara 11 mínútur eða eitthvað svo leið sko. Já. En já, við komum henni saman að lokum af því að við fórum á stað og kunnum ekki neitt og eins og maður gera og það er svona þegar maður heldur maður geti allt en já, þá fer maður bara á stað og svo kemur hitt í ljós. Hvað var það svona sem þú varst mest hissa á að rekast á, einhverju veggir svona sem þú hafðir ekki séð fyrir eða var þetta allt veggir? Já, ég held það sko að það var aðalega að láta hann að ganga upp á klippiborðinu sko. Það er að segja að þú ert með söguna hér og svo hef ég sett, ég næ einhvern veginn að sjá fyrir mér sko, eins og þegar ég sett upp á svið þá sé ég endalega útkomuna en ég sá hana engan veginn þarna og þetta var bara svo, já, þetta er alltaf bara endalaust efni til á tölvukubbum eða eitthvað hvernig sem það er. Já. Þannig að þú sér þetta aldrei fyrir fram að þig, kannski fyrir nefnitt á klippiborðinu. Nei, og ég vissi ekki hvernig átt að setja upp senurnar í tökum og svona, ég var heppi, það er fullt af fólki því að ég hef nú verið svona andliti fyrir myndina, þá bara nota tækifæri núna að ég hef þetta sparkaðin áfram en svo margir sem koma þarna og ég var náttúrulega heppin að vera með Þórhalli Petró sem var náttúrulega búin að vera ljósmyndar í 200 ár og í vídeo auðvitað líka og Helgi Steinar og Helma Friðjóns var þarna og fleiri, ég meina Úlla sem var að skrifa handriti með mér á samt í okkur, hún hringdi í einhverja sem að kvikmynda gera konu sem hún þekkti, þetta var bara svona var það. Og þetta er svona undirheimamynd svolítil, þú hefur reynslu af því að vinna á unglingaheimilinu á Laugalandi og unni í Hlíðaskóla og ert vaffema, ert mikið innan ungt fólk og þér er þetta hugleikið. Já, mjög, og ég held að sko, eins og faðir einnar stúlku sem að lést og við erum tilíka myndinu svolítið, svona ónafngreint sagði, ég held að þetta sé fullkomna form í svona meðferðarbransanum sko, ef maður getur sagt sem svo, og líka bara vinnu með úlingum. Ég man til dæmis eftir þegar ég var í Hlíðaskóla, þá gerðum við stuttmynd og þar var nú til dæmis Reynir Hjartarson sem við vorum að gera sögunum Reynisbræður, þannig við fórum bara upp á Kjöl og gerðum myndina og blöndu því, þannig ég held að svona, ég held að þetta sé gott form á því, en svo vil ég náttúrulega bara með þessari mynd opna augu því að þetta er ekki sönn saga, en hún gæti verið sönn. Og við ætlum að fá núna að sjá 13 mínútna stuttmynd, eða svona við myndum gerð myndarinnar, heimildamynd gerð myndarinnar. Og þar kannski kemur fleira í ljós sem við náum ekki að ræða núna. Algjörlega. Myndin heitir Hvar er draumurinn? Og þeir sem hafa áhuga á að sjá myndina sjálfa, ekki þess að kemur núna eftir heldur myndina sjálfa, þá er það bara inn á draumaleikhúsið.is. Draumaleikhúsið.is, það er þetta horfa á hann í fullu lengd. Og vonandi bara eru sko, aðilar sem eru að vinna með ungu fólki, meðferðargerin eða skólar. Lífsleikni, nota myndina til þess að og það er öllum frjálst að nota hann. Já. Takk kærlega fyrir að koma í þáttinn og segja ykkur frá þessu, Pétur, og gangið vel. Takk fyrir mig. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Dream a little dream of me. Upphafið af þessu, ég var nú að gera stuttmyndir þegar ég var að vinna á meðferðarheimili og settist eitt kvöld niður með stúlkonu sem voru vistaðar þá og við gerðum handrit. Innblásturinn af því var nú að það var þarna stúlka sem hafði verið í meðferð og flestar stúlkurnar þarna þekktu sem hafði farið út á sporun aftur og farið í fíkniefni og hún lést þarna skömmu áður, þannig að við ákváðum að gera handrit þennan raunveruleika og að partíið endar oftast illa
Svo var ég með þessa hugmynd, svona beinagrinda sögu og þá fór ég að tala eitthvað um þetta við Helga Steinar og Þórhalli Petru og þeir einhvern veginn svona bara spörkuðu mér hans áfram að fara að gera handrit og svo þegar var komið að gera handrit þá þurfti ég nú fleiri með mér í það og þá komu til þess Jokka og Úlfhildur, eða Úlla. Einhver að hossa sér á bílnum eða? Já, þessi drengur. Menn að segja þeim að f***a sér. Þetta fallegt. Ég fallegur. Verkefni sem byrjaði sem hugmynd hjá Pétri kallaði á mig í kaffi sem við gerum nú allt og sjaldan og við settumst niður og ákvaðum að búa til bíómynd eða forvarnar stuttmynd eða við vissum ekki alveg hvað við varum að fara að gera. Þetta byrjaði bara sem hugmynd sem að Pétur fékk hafandi unnið með í kringum þennan heim. Cowboy. Voilà. Þegið. Eru þið ekki að mynda strákar núna? Jú. Já. Þetta svona behind the scene. Það ótrúlega gaman og gefandi og krefjandi að búa til bíómynd. Skipuleggja tökur, fá réttu sjónarhornin og fá svona feelinginn fyrir því að ná að gera þetta nógu raunverulegt svo að þú ná að vera að sjúga áhorfandan inn í myndina sko. Björn kom til mín og spurði hvort við ættum að gera bíómynd eða stuttmynd og eins og alltaf þegar Björn kemur einhver hugmynd þá er ég meirinn til í það. Þannig að við fórum að skrifa handritið af draumnum og fengum svo Úllu með okkur í lið og það var oft þegar við vorum að skrifa að maður fann svona til ógleði og svona shit, getum við gert þetta svona og það segir manni að þá er maður ná einhverju svona áhrifaríku. Sérstaklega minnistæður dagur sem að við fórum fram á Hólavatn og vorum þar heilan dag í tökum og undirbúningi preppi og öllu. Þessi dagur var rosalegur. Fengum svo mikið krú, það voru allir einhvern veginn tilbúnir að hjálpa og svo fórum við að taka þarna upp í einhverjum pínulitlum sumarbústað og fældist einhvern veginn allir fyrir hver öðrum. Hvað er draumurinn? Taka 5. Allt í einu hringir bara Pétur, segir mér að hann sé að fara að gera stuttmynd og vanti heilaði viðbót til að koma að þessari mynd, til að skrifa og leikstýra og svona. Þannig að ég sagði bara ok, ég er game, hvað sem er, alltaf til í spennandi verkefni og þannig var ég bara komin inn. Svo voru líka augnablik þarna þar sem að það kom einhver þráður hjá okkur og boltinn fór að rúlla og við þurftum að setja niður á blað mjög ljótar hugmyndir eins og fylgir þessari mynd. Það er margt rosalega ljótt í henni. Hvað sagði þessi partíin í kvöld eða? Já, herðu, ég er með eina stelpu sem var að koma með mér. En til þess voru við nú að þessu sýna því miður ljóta hliða heiminum. Svo kemur Gróa út úr einu herbygginu. Óþægilegu hugmyndirnar og ljótu hugmyndirnar þær voru aldrei bara einhver uppspunni úr eigin ímyndunarafli hjá okkur, heldur dæmi sem að við vissum að hefðu gerst í alvörunni. Það er að snýta vekk líka. Það er úr hugmynd maður. Er það ekki? Ok, koma á ræð. Ok, hvað er draumurinn? Taka 13. Ég hafði verið að leika með eitthvað að taka upp myndbönd, náttúrulega ljósmynda, slatta og vídeo með. Þannig ég hafði svona smá þekkingu á upptöku en ekki mikla. En við ákvaðum bara að láta vaða og algjörlega grænir í kvikmyndagerð. Við höfum aldrei komið þannig að nála þessu. Hvað er draumurinn? Taka 13A, taka 1. Nei, þetta var ekki rétt. Það var ekki rétt. Sena 13A. Þegar við vorum að fara í töku nr. 1 þá kallar Helgi Steinar, jæja, hér er taka 1 á mynd sem enginn kann að taka. Fullt af frábæru fólki, áhuga fólki, bara eins og okkur, gera bara hvað sem er fyrir okkur, alveg magnað hvað þegar viljan er fyrir verki. Það var ógeðslega gaman og oft ógeðslega erfitt af því að við í rauninni vissum allar hvað við vorum að gera. Ég rúlla. Ekki ég. Rosalís. Ég var svolítið að horfa á því. Nei, ekki ég.
Segðu svo liðinu fram að þegja. Til dæmis atriði sem við tókum með björgunarsveitinni og sjúkraflutningamönnum eftir bílaveltuna. Það var bara atriði sem tók á að gera. Það að þetta var orðið allt svo raunverulegt og make-up og búið að velta bíl og allt í blóði. Björgunarsveitamönnum allt fullt af bláum, blikandi ljósum og eitthvað. Þetta var alveg, maður var bara eftir sig, eftir tökur sko. Ótrúlega skemmtilegt að taka þátt í þessu verkefni. Fyrsta alvöru kvikmyndaverkefni mitt. Allt öðruvísi að vinna við kvikmynd heldur en eins og til dæmis leikhús þar sem að maður getur gert hlutina bara aftur og aftur og aftur þar. Og með svona æfingatímabil. Þarna var þetta bara ein taka, 2 tökur eða hvað sem var og þetta var bara gerast. Og eins og að gera bara sár og tattoo og allt þetta. Þetta var bara að vera eins. Og bara klára það bara strax á þeim degi sem að það var búið til. Og líka gaman bara að fá að spinna og gera bara það sem að maður hélt að maður ætti að vera að gera. Og bara taka þátt í öllu, sjóða pilsur í sugabústafan í alla. Maður fór í hinn ýmsu hlutverk. Hugsa hópinn, það var allir að hugsa alla og já, sérstaklega skemmtilegu dagur í sjúkrahústökunum þegar það vantaði statista. Þá skellti ég mig bara í búning og lék eins og vindur. Og sérstaklega myndi líka skemmtilegt að Hólavatni, tökurnar þar í sól og blíðu og þar var bara greitt og farað út á palli sko. Það var mjög skemmtilegt ferli, mjög skemmtilegt. Mynduðust ansi margir einkabrandarar þannig við kaffiborðið hjá Jokku og Fengum Benna, hann var að leika löggu og hann átti að vera svona klaufalegur og var nýbúinn að handtaka Gróu. Svo vorum við eiginlega búin að fara svolítið langt með að það var þarna karakter Skari, svona vondi kallinn. Hann var alltaf með sleikjó og svo átti hann alltaf að vera að segja einhverja svona brjálæðislega sögur. Þú ert ekki að skilja þetta, svo kemur það bara inn fokking gluggan og glærbót út fokking allt. Þetta gekk ekki alveg svona þegar við vorum að setja myndina saman. Ég man eftir fyrsta fundinu sem við tókum. Þar sem að við fórum yfir allar persónurnar og söguna og hvað svona einkenndi persónurnar og af hverju þær eru eins og þær eru í myndinni. Og sem bara gaf mér miklu meiri tilfinningu fyrir verkefninu og geraði þar leiðandi einfaldara að semja tónlistina fyrir það. Ég hef lært mjög mikið á þessum tíma því að ég held til dæmis að ég hafi skipt út allri tónlist. Allavega 3 til 4 sinnum yfir allt þetta ferli. Þetta er búið að vera gríðarlega langt ferli og ég hef lært svo svakalega mikið á þessum tíma. Og fyrir mig 17 ára þá að fá alvöru myndefni í hendurnar til þess að semja við. Það bara var ómetanlegt og er svakalega dýrmæt reynsla í dag. Þetta er fyrsta verkefni mitt þar sem ég fæ að semja svona kvikmyndatónlist við. Og ég hef getað byggt svakalega mikið á þessu verkefni og reynslunum minni í kringu það. Bara samband við leikstjóra og aðferð við að semja ýmiss konar tónlist við mismunandi aðstæður. Þannig að þetta er svakalega dýrmæt reynsla og ég er gríðarlega þakkláttur fyrir að hafa fengið að vera partur af þessu verkefni. Við hendum okkur aftur í kvikmyndagerð reynsluríkari, betur skipulag, betur tækjaðir. Næst þegar við ætlum að gera bíó, að það sé ekki á sama tíma og ég eignast barn. Því að í miðjum tökum eignaðist ég barn á eina frídeginum sem við höfðum í ferlinu. Það var svolítið púsluspil að koma svo til heima saman. En gaman var það og ég vona bara að njóti. Takk.
Ok, þetta er búið, takk.